Ágætu ársfundagestir, verið öll hjartanlega velkomin á ársfund Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Framtíðin, hún á leiðinni og heill hellingur af henni, hvað hún ber í skauti sér óráðið, en við þreytumst ekki á að velta henni fyrir okkur og festum sama hana. Við höfum kannski ólíkar skoðanir á því hvernig hún muni líta út, en eitt öruggt og víst. Við getum ekki hallað okkur aftur og látið eins og umgengni okkur jörðina sé í stakasta lagi. Það okkar stærsta verkefni, að standa með jörðinni og því að hún verði byggileg fyrir komandi kynslóðir. Þar verðum við öll að láta til okkar taka, hvort sem að ræða einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, samfélög. Svarið nokkurn veginn þekkt, eins og bæði vísindamenn og skáld benda okkur á. Framkvæmdin vefst hins vegar eitthvað fyrir okkur. Vandinn líka svo risavaxinn að hann verður, eins og Andri Snær segir í bók sinni Tímann og vatnið, bara að látlausu suði sem við venjumst einhvern veginn, en vitum að öðru leyti ekkert hvað við eigum að gera við. Við getum flokkað rusl og keypt rafmagnsbíl, en við getum ekki hugsað súrnun hafsins og magn gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu án þess að sundla svolítið og finnast við vanmáttug að greina hismið frá kjarnanum. En ég hvet ykkur annars til að lesa bók Andra Snæs. Ég hef þá trú að hún láti engan ósnortinn. Þarna gerði ég kannski eitthvað. Ítti á okkur taka, ég veit það ekki. Breytist myndin á skjánum. Ég ætla ekki að skipta mér af því, það verður okkur annar. En á vinnumarkaðnum að verða stórfelldar breytingar og tæknin að breyta okkar daglega lífi. Hversdagslegir hlutir eins og matarinnkaup hafa breyst á örskotsstundu. Við treystum á tæknina, stundum í blindni og jafnvel við sem erum eldri en 2 vetur höfum tapað öllum skilningi á því hvernig hægt var að draga lífssandann án sítengingar og snjalltækja. Hreyfiafl breytinganna í atvinnulífinu og þess vegna þátttaka atvinnulífsins í menntun starfsmanna svo mikilvæg og hefur kannski sjaldan skipt jafn miklu máli og nú. Vinnustaðurinn verður í auknum mæli námsstaður því sú tíð löngu liðin að fólk ráði sig í vinnu og sinni sömu verkefnum árum saman eða vinni á sama vinnustað lungann úr eða alla starfsævina. Það fer fram símenntun og endurmenntun og starfsþjálfun á vinnustöðum. Stundum hún formleg en kannski enn oftar óformleg. Starfsmenn læra til verka á vinnustað og byggja þar ofan á þekkingu sem þeir fengu í sinni skólagöngu. Hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins búið að þróa og prófa aðferðir, tól og tæki sem að gagni koma í því verkefni að tryggja hæfniuppbyggingu í atvinnulífinu til framtíðar. Aðilar vinnumarkaðarins sem eigendur Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins hafa á undangengnum misserum lagt á það áherslu að stjórnvöld styðji við verkefni Fræðslumiðstöðvarinnar með mótun hæfnistefnu fyrir Ísland. Og við höfum þar litið til fyrirmynda meðal frændþjóða okkar í Skandinavíu. Flestum ber saman að móta þurfi framtíðarsýn þegar kemur að mennta atvinnu og vinnumarkaðsmálum og að mikilvægt sé að sett verði markmið hvert skuli stefna og hvaða aðferðum eigi að beita til að ná þeim. Hæfnistefnan þarf að taka mið af færnispá sem grundvöllur þess að mögulegt sé að móta hæfnistefnu sem tekur mið af þörfum samfélagsins og einstaklinga til framtíðar. Tæknibyltingin færir okkur margvísleg tækifæri sem atvinnulífið nýtir og mun nýta til hagsbóta fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Aukinn fjöldi útlendinga á vinnumarkaði, breytt aldurssamsetning, loftslagsbreytingar, allt þetta atriði sem þarf að horfa til við mótun hæfnistefnu. Þörfin til staðar og mér rétt og skylt að nota hér tækifærið og brýna okkur öll til góðra verka þannig að við fáum að sjá vinnu við mótun hæfnistefnu fara af stað fyrr en seinna. Undanfarið hefur áherslan á almenna starfshæfni orðið meira áberandi í umræðu menntun og hæfni, sem fullkomlega röklegt í síbreytilegum tækniheimi, þar sem einföld rútínustörf verða sífellt tæknivæddari. Hæfnin sem leið verður eftirsóttari eiginleikar
sem í raun nauðsynlegir í öllum störfum og kannski bara í lífinu sjálfu. Þörfin fyrir starfsfólk sem býr yfir samskiptahæfni lausnamiðað með skapandi hugsun og getur unnið í hóp mun ekki hverfa, heldur þvert á móti verða meira áberandi. Hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur almenn starfshæfni verið skilgreind og hver hæfniþáttur skilgreindur á hlutlægan hátt. Almenn starfshæfni eins og hún skilgreind hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins rímar vel við þær hæfnisspár sem samfélög í löndunum í kringum okkur hafa unnið. Vinna Fræðslumiðstöðvarinnar við skilgreiningar á almennri starfshæfni getur enn fremur komið að góðu gagni við mótun hæfnisstefnu og gerð hæfnisspár fyrir Ísland. Við sem í störfum okkar komum að framhaldsfræðslunni höfum þá bjargföstu trú að með aukinni tækni og auknum hraða í tæknibreytingum þá aukist þörfin fyrir fullorðinsfræðslu og einnig verði meiri áhersla á það sem stundum hefur verið nefnt umskólun. Ekki mjög gott orð í lýsi eftir nýyrði þetta fyrirbæri. Og þetta eru sem sagt starfsmenn sem eru í störfum sem tæknibyltingin étur og þurfa í mörgum tilfellum að læra nýja hæfni og færni. Við vitum að vélar og tækni munu taka við störf sem fólk sinnir í dag. Og þannig hafa mikil áhrif á framtíðarvinnumarkaðinn, en okkar hlutverk að nýta tæknina til hagsbóta fyrir atvinnulífið, fyrir fyrirtækin og fyrir starfsmennina og nýta hæfni starfsmanna til annarra og flóknari starfa þar sem mannlegir eiginleikar skipta meira máli. Tæknin mun nefnilega líka skapa ný störf, ekki bara útrýma þeim. Og það okkar að ákveða hvernig við nýtum tæknina og okkar að ákveða að láta ekki tæknina taka stjórnina af okkur. Okkur hættir stundum til að gleyma markmiðum okkar og eyða tímanum í að tala mest hvaða tækni við eigum að nota. Og nú ætla ég að mæla með annarri bók. Það mætti halda ég væri bókaútgefandi. En í bók sinni Vélar eins og ég veltir handhafi Laxness-verðlaunanna Ian McEwan fyrir sér spurningum sem tengjast tækni, gervigreind og siðfræði. Í sögunni búið að smíða 25 vélmenni sem eru að útliti í engu frábrugðin manneskju og búa við gervigreind sem svo fullkomin að eitt vélmennið verður raunverulega ástfangið af manneskju. Eftir því sem tíminn líður gerist það hins vegar að vélmennin 25 fara eitt af öðru að taka sig sjálf úr sambandi, stytta sér sinn rafræna aldur eða aftengja sig. Og hvers vegna gera þau það? McEwan segir, við búum til vél með greind og sjálfsvitund og stjökum henni út í hinn ófullkomna heim okkar. Síðan útskýrir hann ófullkomleika heimsins okkar þar sem milljónir deyja úr sjúkdómum sem við kunnum að lækna, milljónir lifa í fátækt þegar nóg er til skiptanna. Við göngum á jarðarinnar gæði, förum í stríð og lifum við þjóðarmorð, pyntingar, barnaníð, skotárásir í skólum, nauðganir, svo fátt eitt sé nú til talið. Þetta ástand búum við til og lifum við, en samt erum við alls ekkert hissa á því að við skulum geta fundið hamingju og jafnvel ást. Tilbúnir hugar eru ekki svo vel varðir. Fullkomin gervigreind getur ekki sætt sig við slíkar mótsagnir og rökleysu í lífinu. Þetta eru afar athyglisverðar pælingar hjá verðlaunaskáldinu og sannfærandi að einhverja hæfileika mun manneskjan áfram hafa umfram vélar þrátt fyrir framfarir í vísindum, gervigreind og líftækni. Aðlögunarhæfnin gerir okkur kleift að lifa við það sem færa má rök fyrir að sé fullkomin mótsögn við allt það sem við stöndum fyrir sem vitiforna manneskjur. Það engin skynsemi því fólgin að eyða náttúruauðlindum sem við vitum að mun ekki endurnýja sig, engin mennska í því fólgin að snúa blinda auganu að illvirkjum heimsins. Samt höldum við áfram að finna tilgang lífsins og erum ekki einu sinni hissa á því
að hann sé til staðar. Góðir gestir, ég hlakka til að heyra erindi fyrirlesara okkar hér í dag og heyra síðan sögur úr framhaldsfræðslunni og vona að þið eigið einnig eftir að njóta morgunsins með okkur. Áður en ég lýk máli mínu, þá vil ég flytja starfsmönnum Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins þakkir fyrir samstarfið. Ég held að ég leyfi mér að tala hér fyrir hönd okkar allra í stjórninni og segja að þar sé valinn maður í hverju rúmi og má ævinlega unnin með faglegum og vönduðum hætti. Svo eru þau líka öll svo ljómandi skemmtileg sem ekki er verra. Takk fyrir mig.